Baráttukona gegn byggingu Bitruvirkjunar var með opið hús í dag þar sem fólk gat komið og undirritað athugasemdir við virkjunina. Hugsjónakona á Vesturgötunni í Reykjavík bauð upp á kaffi og prins og aðstoð við að gera athugasemdir við Bitruvirkjun í dag. Hún segir ekkert lýðræði í því að 4 manna meirihluti í Ölfusi geti haft náttúruna við Ölkelduháls af landsmönnum. Lóa Pind Aldísadóttir bankaði upp á Vesturgötunni síðdegis. Hugsjónakona á Vesturgötunni hefur undanfarna mánuði unnið ötullega gegn fyrirætlunum Orkuveitu Reykjavíkur jarðgufuvirkjun við Ölkelduháls á Hellisheiði, svokallaða Bitruvirkjun. Hálsinn blasir ekki við af þjóðveginum en sumir þekkja Reykjadal skammt ofan við Hveragerði þar sem heit á rennur og göngumenn baða sig gjarnan í. Ölkelduháls þar skammt undan og hann vill Lára Hanna Einarsdóttir þýðandi og leiðsögumaður vernda. Þess vegna bauð hún vinum og vandalausum heim til sín í dag til að aðstofa þá við að senda frá sér athugasemdir vegna breytinga á aðalskipulagi. En hvað svo dýrmætt við Ölkelduháls? Já, það svo fallegt þarna. Þarna höfum við sýnishorn af flestu því ef ekki öllu sem fallegast í íslenskri náttúru. Og þetta bara yndislegt útivistarsvæði í hlaðvarpanum á höfuðborginni. Tæplega 700 athugasemdir bárust vegna umhverfismats virkjunarinnar í nóvember og Íslandsmet í athugasemdum við virkjanir þá slegið. Á bakvið 4 manna meirihlutann í Ölfusi eru hins vegar 495 atkvæði, segir Lára, og þessir 4 hafa vald til að framkvæma og menga og eyðileggja þetta svæði fyrir öllu suðvesturhorninu þar sem búa 200.000 manns. Það engin sanngirni í þessu. Þetta ekkert lýðræði.